Já, komið sæl og blessuð og verið velkomin í Game TV en nú ætlum við að renna yfir desember útgáfu af tölvuleikjum. Hann er rólegur. Já, desember er rólegur. Það er náttúrulega allar sprengirnar komnar út. Þetta er búið að vera nokkuð þétt leikja haust, myndi ég segja. Ansi mikið búið að gera senstu 3 mánuði. September, október, nóvember og allir mjög þéttir. En fyrst er þessi desembermánuður, hann litar svolítið að endurútgáfum, aukaefni og svo framvegis. Og 1. desember þá opna bara fyrsta dag mánaðarins með endurgerð eða svona. Það kemur Doom VR sem er að koma út sem sagt VR útgáfu Doom fyrir öll þessi helstu headset, fyrir PlayStation VR, HTC og Oculus allavega og jafnvel fleiri. Þannig að það er að detta inn, þetta er bara Doom í VR. Ég held að það geti alveg verið ágætis pæling. Þú veist, VR er samt, ég veit það ekki, ég held að ennþá jury is out á VR. Ég er ekki alveg sannfærður ennþá, en þetta er allavega stórleikur í VR, myndi ég segja. Já, VR er spennandi. VR er spennandi, ég veit ekki, kannski verður þetta cool. Við vonum það. Nú, Switch-tölvan fær nú einhverja leiki í desember, það er Xenoblade Chronicles 2. Það er svona role-playing leikur, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega stór leikur, fleiri tugar klukktíma í spilun. Og nýtt fyrir Switch, þeir eru náttúrulega nýkomin með nýja Mario. Þannig að þeir eru kannski bara pakksaddir, maður veit það ekki. En þessi er allavega á detta inn og hann er líka 1. september. Nú, það eru fleiri, í 5. september kemur nýr aukapakki fyrir Destiny 2. Strax komin aukapakki. Og ekki veitir af, því að menn eru eiginlega bara að hrynja út úr Destiny 2 því miður. Ég meina, hann fór ágætlega af stað, menn voru að fíla þetta ágætlega, en svo svona einhvern veginn hafa það breytt svolítið í leiknum. Þannig að þeir sem voru hardcore í Destiny 1, þeir eru svolítið í stríði við Destiny 2. Finnst hann ekki alveg nógu góður, ekki nógu mikið svona ekki nógu hardcore. Nei, og þú getur ekki drillaði nógu mikið niður í hann, sko, til að fá. Nú voru alltaf byssu með fast ról til dæmis. Þannig að bara þegar þú komið byssuna þá veist þú bara aftur þessu byssu og ef þú nærðir henni aftur þá ætti ekki að tekka, já, erum með nýtt ról. Þá er þetta bara byssan. Þú veist, það er bara þannig og plús það, ég held séu bara 2 byssur sem menn eru að nota í leiknum nánast. Undantekningarlaust. Eru að reyna að gera þetta svona svo að gæinn sem getur ekki komið á öllum deginu sinum hafi jafn mikið sens. Já, ég held að reyna að fara meira mass market en hafa þá svolítið hraunað yfir þessa dedicated hardcore spilara. Ég er ekki hrifinn af svona breytingum. Nei, en það er allavega komið nýr aukapakki sem heitir Curse of Osiris og þetta fjallar með eitthvað Warlock sem heitir Osiris, það er nýr söguþráður. Það er hækka level capið í leiknum, en það er allir búin að maxa örgla það sem Þessi leikur kom út í gær, sko. Já, ég meina, það er byrjun september. Já, ég meina, menn voru fljótir að spæna þig gegnum hann, sko. Ég er komið langt, sko, þá er hún mikið sagt. Þá er enda mikið sagt. Já, og það er það er búið að bæta inn í reytið, auka við það. En ég veit ekki, ég meina, menn þessu, þú veist, er ekki World of Warcraft eitthvað að fara líka, voru orðið meira og mikið svona commercial? Ég meina, fyrsti World of Warcraft leikurinn var mjög grjótharður. Mann þurfti algjörlega að kommitta lífið sín í það. Svo svona hægt og rólega þeir búin að gera auðveldari. En sem hefur gert það verkum að þessi hörðustu, þeir eru búin að vera að væla bara í mörg ár og þeir hjá Blizzard voru loksins að segja að þeir ætla að búa til koma nýjan aukapakka sem hækkar level capið og endurgefa fyrsta World of Warcraft leik sem ég er mjög spenntur fyrir. Já, ég veit það. Þannig að þá getur þú farið að kúka aftur í pizzakassa og lifa þessu hefðbundna lífi. Það er auðvitað svolítið tími í það. Þeir eru ekkert búin að gefa það. Nei, en þú getur tekið nokkra æfingar og pantaði pizza og svona. Já, þannig. En allavega, 5. desember kemur líka út Horizon Zero Dawn Complete Edition. Það er rauninni bara Horizon Zero Dawn leikurinn. Það er búið að bæta hann töluvert frá því hann kom út, bæði í spilun og svo er náttúrulega komið ný auka pakkin. Þannig að þetta er bara heildarútgáfa af því og bara lítur ágætlega út. Nú svo er það Steep Road to the Olympics. En Steep var leikur sem kom út fyrir einhverjum mánuði síðan held ég, eða árið síðan eitthvað. Það er svona gastur á skíðum og snjóbrettum og eitthvað svona. Og nú er komið sérstök útgáfa sem getur upplifað og svona upphittun fyrir vetrarólympíuleikana sem eru í Suður Kóreu 2018. Þannig að þetta er bara Steep engine-ið, bara búið að Ólympíu leika það upp. Þetta ekki spennt fyrir það? Vá, jú. Þetta er bara rosalegt. Ég þori ekki bara, þú veist, Ég vissi það ekki fyrir núna að þetta er nákvæmlega sem hefur alltaf vantað í mitt líf. Ég veit það, en það finn ég að þú ert að renna til í stólnum eins og, já, ég ætla ekki að segja mér. En allavega, nú það er meira af endurgerðum, það er Dead Rising 4 er að koma á PlayStation 4 í einhverju svona pakkaðir útgáfum, öllum auka hlutum og allt. Ég held að hann hafi þegar bara verið til fyrir Xbox. Þannig að hann er komin fyrir PlayStation 4, nú Walking Dead Collection er að koma líka. Það er náttúrulega þetta Walking Dead svona ævintýraleikurinn. Það er að koma öll episódin og allt sem að þar því fylgir er að koma á eitt stað. Nú, 9. desember er Loco Roco 2. Ég veit ekki hvort þú munir eftir honum.
Heldur hann að koma í PSP á sínum tíma. Þetta svona leikur, maður byrjar sem svona lítil kúla, svo eftir maður borða meira þá stækkar maður og fitnar. Þetta er svona ekki ósvipað þínu lífi. Og og þetta er eitthvað, ef þú byggir í Japan, hétur Loco Roco. Það var ekki geggjað. Það heyrist alltaf á labbar. Já, þú veist, ég meina, það er bara þannig. Nú, fleiri, þetta er bara endurgerðið, því að 12. desember kemur Fallout 4 VR. Já, þetta er bara sem þeir eru að gera. Ég veit það, voru þeir ekki með Skyrim núna að koma í VR? Og Þú gefur ekki bara nýjan leik? Ég veit það ekki, þeir eru náttúrulega bara að leyfa fólki að upplifa, skilju. Nú, og enn ein HD-útgáfan kemur 12. desember, það er Okami HD. Það er maður svona hvítur úlfur og er að þvælast Hann þótti mjög flottur þegar hann kom fyrst út á PlayStation. Og svona listrænt leikur nokkuð, en já, komin í HD-útgáfu. En aðalega bara svona útlit og þannig. Já, en það er svona ágætis aksjón í honum, sko. En ég held að margir hafa beðið eftir að fá hann aftur, sko. Það er svolítið mikið verið að remastera í dag. Það er mjög mikið. Já, og svo lokaðir hérna mánuðum bara í 12. desember einmitt með Resident Evil 7 Gold Edition sem er líka bara Resident Evil með öllum aukapakkunum. Þannig að, þú veist, desember er bara verið að taka leiki sem kom út fyrir árinu og hnoða eitthvað aukaefni og gefa þetta út. Það vilja allir eiga eitthvað í jólapakkanum þetta árið. En ég meina, þú veist, sem betur fyrir eru segjum við 3 mánuðir búin að vera mjög góðir. Já, og það er erfitt að hafa farið gegnum alla góðu leikir sem eru búin að koma, þannig að þessi mánuður er alltaf læg. Já, en þetta er bara fínt að hafa hann svolítið clean og fyrir þá sem vilja remastera sig í gang, þeir geta bara kíkt á eitthvað, en svo tekkum við bráðum á útgáfunni 2018, því að 2018 held ég eigi ekkert eftir að gefa þessu ári eftir í útgáfu, margir spennandi leikir að koma út á. Get ekki beðið.